Eldstöðvar eða eldfjöll eru staðir þar sem það getur byrjað að gjósa. Við tölum megin eldstöðvar þegar það kvikuhólf svona undir. Og það í raun bara hóla sem fyllist af kviku og þegar hún orðin fulla þá reynir kvikan að finna leiðina út. Á Íslandi eru cirka 30 megineldstöðvar. Það hins vegar pínu þannig að hvað ein megineldstöð og hvað eru svona tengdar megineldstöðvar eða tvær megineldstöðvar sem eru nálægt hvor annarri. Er þetta ein eða er þetta tvær? Það ofta ekkert auðvelt að segja til það. Því að kvika getur farið á milli þeirra og kvika úr einu kvikuhólfi getur farið út af jarðskorpuhreyfingum þegar jarðskorpuflekarnir eru að færast, geta myndast nýjar hólur sem kvikan leitar þá inn í. Það samt ekki þannig að það geti bara gosið á þessum 30 stöðum. Það getur gosið bara af því að flekarnir eru að fara í sundur. Og það getur líka gosið bara þar sem að kvika leitar út frá megineldstöð langt til hliðar. Það gerðist í Holurhrauni 2014 þar sem að kvikan kom úr Bárðarbungu en kvikan kom upp á yfirborði 20 kílómetra í burtu af því að kvikan fann sér leið eftir einhverjum göngum og kom upp annar staðar. En það alls ekki þannig, sérstaklega ekki á Íslandi, að það sé alltaf eldgos upp úr toppnum á eldfjallinu. Til dæmis í Heklu gís oft í hryggjum utan í fjallinu. Stærstu gosin kom yfirleitt upp toppinn en svona minni gos koma oft í gegnum hliðarnar, oft byrjaðu í hliðunum og leita svo upp í toppinn. En það engin regla á þessu, þetta mjög breytilegt. Íslensk eldfjöll eru alls konar, hérna sjáu þið nokkur, þetta Hekla hérna, þetta Öræfajökull, þetta Snæfellsjökull, hérna sjáum við Mýrdalsjökull, það sem að Katla undir og þetta Eyjafjallajökull. Þetta eru bara svona þekktustu eldstöðvarnar og það svona jafnvel hættulegu stöðum. Katla til dæmis og Öræfajökull eru teljast hættulegar eldstöðvar. Hekla getur alveg valdið hættu og Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull gís ekkert mjög oft. Hekla ein virkasta eldstöðin en virkasta eldstöðin í Íslandi samt Grímsvötn. Og Bárðarbunga annað eldfjall sem getur valdið vandræðum því að þegar það gís undir jökli eins og gerðist í Eyjafjallajökulsgosinu og í síðustu Kötlugosi sem var 1918, meira en 100 ár síðan, þá bráðnar ofboðslega mikill ís og þá verða flóð. Flóðið í Eyjafjallajökulsgosinu 2010 olli skemmdum en þegar Hekla fer að gjósa sem miklu stærra eldfjall, þá verður flóðið miklu stærra. Vatnsmagnið sem kom niður 1918 var meira heldur en í Amazonfljótinu. Þannig að sem staðista vatnsmesta á í heimi. En það náttúrulega ekkert lengi sem það kemur svona mikið vatn en alveg í einhverja daga, jafnvel vikur. Þannig að eldfjöll á Íslandi geta valdið skaða. Geta skemmt búsvæði, valdið flóðum, askan getur verið til vandræða. Þegar að kvika finnur sér leið upp á yfirborðið þá köllum við það eldgos. Þetta heitir sem sagt kvika þegar þetta ofan í jörðinni en þegar það komið upp á yfirborðið kallast það hraun. Þetta sami hluturinn, bara sitt hvort orðið þetta í hvort ofan í jörðinni eða upp á yfirborðinu. Eldgos geta verið róleg og hættulítil, köllum það stundum svona ferðamannagos, en þau geta líka verið stór og hættuleg. Og hraun á Íslandi hefur alveg valdið skaða, hefur skemmt vatnsleiðslur, hefur runnið yfir hús, bæði í Grindavík, í Vestmannaeyjum og getur skemmt vegi, getur skemmt rafmagnslínur. Þannig að það fullt af hlutum sem þarf að gera. Í kringum Grindavík þá farið í það að bylgja varnargarða, ekki bara í kringum bæinn, heldur líka í kringum virkjunina í Svartsengi og til þess að verja bæði þá virkjun og Bláa lónið og þau hús sem eru þar. Þetta eitthvað sem við gætum þurft að gera í Hveragerði, í Hafnarfirði og jafnvel í Reykjavík að einhverju leyti, þó að hættan þar sé ekki kannski mjög mikil akkurat núna en þegar við horfum áratugi, tala ekki einhver árhundruð fram í tíman, þá á eftir að gjósa á þessum svæðum. Það bara meira spurning hvenar
og hversu nálagt. En það alls ekki örugt að þetta gerist á næstu 100 árum en mjög líklegt að það gjósi í kringum marga af þessum bæjum á næstu kannski 500 árum. Því að Reykjanesskaginn, svæðið í kringum Reykjavík og til Keflavíkur og alveg upp í Hengil upp undir Þingvelli, svæði sem hefur svolítið farið í gegnum tímabil þar sem mikil virkni og að gjósa og svo róast það niður. Og það virðist vera sem Reykjanesskaginn sé að vakna, sé að byrja ákveði ferli sem að byrjaði með eldgosunum í Fagradalsfjalli og svo í kringum Grindavík. Kosturinn að við vitum ansi mikið þetta, við getum pínulítið spáð fyrir ekki með mikilli nákvæmni en smá, hvar sé líklegast eitthvað geti farið að gerast og eftir því sem meira gerist þá fáum við meiri gögn og getum betur spáð í hvað gerist næst. Vandamálið að þegar við erum að spá fram í eitthvað þá erum við að segja að það líklegt eitthvað gerist á næstu árum. Það rosa erfitt að spá fyrir hvað gerist í næstu viku eða þarnastu. Við erum ekki með það góð gögn að vinna úr, en við getum horft svolítið fram í tíman og séð hvað gæti mögulega gerst. Hraun skiptast aðallega í 2 hópa, það að segja úfið hraun, sem þá yfirleitt þykkt hraun, rennur ekki með hratt. Það kallast apalhraun, en slétt hraun, sem þá meira svona þund, það kallast hellurhraun. Hraunin kólna niður. Við höfum nýtt hita úr svona hraunum, það var gert í Vestmannaeyjum eftir Vestmannaeyjagosi til að hita upp húsin í bænum og sundlaugina í áratugi. Það er hætt í dag því að hraunið hefur kólnað of mikið. En síðan fer að vaxa á því gróður og það mosinn sem byrjar alltaf fyrstur því að mosinn þarf ekki mold. Hann getur vaxið bara á steinunum. En hægt og rólega myndar mosinn smá mold fyrir lyng og gras og aðra tegundir. En það tekur áratugi, stundum mörg 100 ár, jafnvel yfir 1000 ár, að gerast af einhverju viti. Ef þið keyrið til dæmis frá Reykjavík til Hveragerðis, hraunið sem þið komið upp á eftir litlu kaffistofuna 1000 ára gamalt. Þar eiginlega bara mosi ennþá. En ef við förum í eldhraunið sem þið sjáu hér, þegar komið á leiðin á Kirkjubæjarklaustur, stóra hraunið þar rann 1783. Þannig að það bara 250 ára. Það miklu meiri gróður. Af hverju meiri gróður þar í yngra hrauni? Það eru 2 ástæður. Það liggur lægra og þar meiri rigning heldur en upp í Svínahrauni sem þeir komið fram í litlu kaffestofunni. Rigning og hiti skapar meiri gróður, sérstaklega meiri mosa og eftir því sem það meiri mosi þá myndast meiri mold sem getur þá orðið hjálp fyrir aðrar plöntur til þess að byrja að vaxa. En þetta langan tíma.